Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla að halda áfram að fjalla þjóðarmorð Ísraela fjármagnað af Bandaríkjunum á Gaza. Og núna var Ísraelsmenn sprengdu upp skóla Sameinuðu þjóðanna og drápuðu þar náttúrulega fullt af fólki. Og þessi þjóðarmorð einfaldlega halda áfram og og morðin halda áfram, en það virðist vera, sem betur fer kannski má segja, að áróðusmaskína Ísraels farin að bila. Fólk bara, það hætt að hlusta á Ameríkana og Ísraela. Þessar lygamaskinur náttúrulega í fyrsta lagi ekki einu sinni sjálfum sér samkvæmar, og heimurinn bara nennir ekkert að hlusta á þess að fá þetta lengur, sko. Þetta fólk bara lýgur og lýgur og lýgur, og við sjáum að í einhverri atkvæðagreiðslu hjá þjóðarmorðingjónum í Sameinuðu þjóðunum. Þeir voru dæmdir í Hollandi, muniði, friðargæslur Sameinuðu þjóðuna voru dæmd í Hollandi fyrir þjóðarmorð í Bosníu deilunni, eða Bosníu stríðinu. Og Bandaríkin standa bara ein, og Bandaríkin náttúrulega slipper ekki slefan á milli Bandaríkin og Ísraelsmanna, en þar Bandaríkjamenn bara kjölturakkin hjá Ísrael. Og menn hafa verið að halda því fram að allar þessar byggingar sem verið að sprengja, öll þessi hús, þessi skóli Sameinuðu þjóðunnar, þetta allt saman fullt af vopnum sem að Palestínumenn eiga að hafa sankað að sér inn á Gazasvæðið. Og ef þú trúir því, þá ertu fáviti, sko. Hérna verið að sýna myndir af göngunum sem að nú vantilega mest til þess að fara með byrður og eitthvað slíkt. Að það verið að telja, Ísraelsmenn hafa sagt, sko, að bara fyrstu vikuna þá hafi Hamas sendt 2000 eldflaugar á það. 2000. Og muniði konuna íslensku sem var í útvarpinu daginn, hún sagði nákvæmlega sömu tölu. Hún sagði þegar hún var hann í Ísrael fyrir 10 árum eitthvað svona á samyrkjubúði, þá var 2000 eldflaugar skotnar á hana líka. Þetta eitt einkenni á legum og stríðsáróðri, það alltaf sama talan. Og það verið að telja okkur trúum það að í gegnum þessi göng hérna, sjáu þið, verið að draga eldflaugar sem að ógna öryggi Ísraels. Já, einmitt. Hérna sjáu þið eina geitina sem eitthvað kastað á Ísrael, sennilega. Eða kálfin eða hvað þetta og hérna lamb. Að þetta svo mikil vitleysa að menn hættir að hlusta á legarana. Þetta munið eftir sögunum Úlfur, að það enda alltaf með því að fólk hlustar ekki á legarana lengur. Og hérna sjáum við vegginn, hvernig koma þeir eldflögum 2000, og ef þið fara að telja saman þessi 1000 eldflögur sem hafa verið skotið og sem búið að fela hann í hverju einasta húsi og í skólum Sameinuðu þjóðanna út allt. Þannig að það ekki nóg að það sé búið að skjóta þessum eldflögum 2000 eða 20.000 eða hvað þeir að ljúga, hvaða tölu þeir ljúga núna. Hvernig ná fólk að komast með þetta hérna yfir hennar vegg, þessar eldflögar? Og hér fer engin út eða inn, hvorki í gegnum land, sjó eða loft. Hér fer engin í gegn. Nema þá í gegnum einhver hlið og það leitað á hverjum einasta manni. Og svo að telja ykkur trúum það að þessu dregin einhver hættulegar eldflögar í gegnum göngin. Nei, come on. Það að trúa þessu? Sko, ég átta mig á því að fullkomlega heilalaust, siðblind, sálarlaust fólk getur páagaukast svona vitleysu. En ef að þú ert heilbrigð skynsem manneskja, þá kaupir nú ekki þessa vitleysu. Come on, sko.
þú veist, eldflaugar er ekki eitthvað 20 kíló, sko. Eldflaugar eru sem að gera eitthvað bit er í. Og að þetta sé undir hverju einasta húsi. Og svo sé bara að raða einhverjum börnum á toppið. Come on. Þetta bara, og svo er hérna hinn raunveruleikinn. Hérna Ísraelar voru að gefa fyrirtæki olíuréttindi í Gólanhæðum og þeir fá væntanlega þarna líka og býttu nú við, hver á þetta fyrirtæki aftur? Býttu nú við, hvað heitir hann aftur? Það er hann Dick Cheney, já. Já, það er hann sem er að fá olíuréttindin, já. Já. Og það er náttúrulega bara tilviljun, sko. Að sá, sko, Dick Cheney er nú bara eiginlega svona aðal framkvæmdastjórinn á hernaðarkomplexnum. Og hérna, þannig að það er Dick Cheney sem er að fá réttindin. Come on. Og þið vitið að sonur hans, hvað heitir hann, John McCain, þessi sem er alltaf að borða með hryðjuverkamönnunum, út að borða með þeim og láta taka myndir að sér, að sonur hans fekk olíu- og gasréttindi í Úkraínu og þetta er allt saman eitthvað svona tilviljanir, eða ekki? Já, sko, ég var nú að játa það, margir af þeim sem ég taldi að væri heilbrigt fólk hefur til dæmis haft að ræna á því að segja nei við ESB og hefur margar góðar ágætar skoðanar. Það lætur svoleiðis ljúga sig í hringi í kringum þetta Ísraelsdæmi. Það veldur mér verulegum áhyggjum. Ég trúa öllu sem að áráðslega maskínunar segja þér og það sem páagögganir apa upp í fjölmiðlunum. Endilega koma inn á Frelsi TV. Ég vona að ég sé aðeins nær raunveruleikanum. Takk fyrir blæðið.